eins og hlustendur Suðurlands FM líklega vita að þá næstu helgi verða töðugjöldin á Hellu og við erum komin með Eirík Vilhelm Sigurðarsson, skipuleggjanda töðugjelda og menningafulltrúa Rangárþings ytra á línuna. Það ekki rétt hjá mér? Jú. Blessaður og sæll Eiríkur, hvað segirðu? Ég segi rosalega gott. Já, hvernig gengur undirbúningur? Hann gengur bara mjög vel. Já. Það bara alltaf verið klárt. Þú ert búin að panta góða veðrið og... Ég búin að panta góða veðrið. Ég sé það bara í kortunum að það það mun ganga upp. Já, það lítur vel út allavega. Já. Maður hélt að það yrði rigning en núna lítur þetta bara vel út. Maður var aðeins svona þegar þau geta alveg viðurkennt það. Já, ég trúi því. En þetta lítur mjög vel út. Já. En dagskráin, hvað ætlið að gera? Ég veit að ég hef einu sinni verið á töðugjöldum, það var rosalega gaman. Já, við ætlum einmitt að gera bara alveg heilan helling. Já. Við leggjum upp úr því að sé yfir helgina sé eitthvað fyrir alla, en öll fjölskyldan getur komið og skemmt sér saman á hvaða aldur sem er. Já. Og þetta byrjar á föstudeginum, þá ætlum við að nýta tækifæri til að mynda töðugjelda og afhjúpa listaverk hérna á Hellu. Járnhestana? Járnhestana, sem sína 4 gangtegundir af 5 og það verður þau verða sett upp það sem að beygja niður á gaddstæðaflutum í raun og veru mjög þarna við Straktá, þannig að þetta mun blasa við á þjóðveginum. Þannig að þetta eitthvað sem allir sjá? Já, þetta eitthvað sem allir munum sjá, sko. Það gaman að því. Það erum við mikið hesta hér að. Já, nákvæmlega. Og þetta eftir teikningum eftir Albert Jóhannsson frá Skógum? Jú. Nákvæmlega. Anna Guðrún sem á þessa hugmynd, er þetta ekki tengdadóttir hans? Jú, það passar. Nákvæmlega. Ja, hann nefnilega var kennari minn, þannig að... Ok, já, það eru víða tengingarnar. Já, það eru sko víða. Já, en svo ætlum við bara svo fyrir við upp á Laugaland, þar sem að verður að fjúpa umhverfisverðlaun UMFÍ. Já. Sem var að setja það upp varanlega þetta árið og það Guðni Guðmundsson á Þverlæk sem fær viðurkenningu og bara allir velkomnir að koma og vera með okkur þar. Er það ekki rétt hjá mér að þetta Guðni Guðmundsson á Þverlæk sem hefur verið að hreinsa meðfram þjóðvegunum? Jú, akkurat. Nákvæmlega. Hann alveg stórkostlegur. Já, og þetta svo sannarlega skilið. Hann á þetta skilið. Já. Hvenær byrjar þorparöltið? Það svona upp úr 8. Já. Það svo sem kannski engin tími beint á því hvenær það byrjar og hvenær það hættir. Nei. En upp úr 8 hugsa ég að það byrji. Hvaða hverfi býður heim í þetta skipti? Það hverfi sem við kallum græn appelsínugula hverfið, var í fyrra bara grænt og ákveða að breyta til og hægt og rólega hugsanlega skipti yfir í appelsínugula. Já. Þannig að þau hafa 2 liti í ár, þannig að það verður ansins grautlegt. Já. Og þetta hverfið sem sett við Árbakkan á Hellu. Já. Og ef að fólk fer á Facebook og skoðar bæklingin að þá sést þar mjög vel hverfaskiptingin á þorpinu. Já, hver með hvaða lit og svo framvegis. Já. En hvað Og svo líka áður náttúrulega ekki að fara fram hjá þeim sem kom inn í bæinn. Nei, nákvæmlega. En hvað þeir sem að bjóða heim, er þeir að sína það með einhverjum hætti? Setja þeir flögg eða veifur eða? Það eru ljós við garðin hjá þeim sem bjóða heim. Já, auðvitað. Og vonandi mikið af fólki. Já, nákvæmlega. En hvað ætlið síðan að gera á laugardaginn? Laugardaginn erum við bara með alveg pakkaðan dag. Við ætlum að byrja á því að bjóða í göngu Ægisíðu Hellum. Já. Baldur Þórhallsson ætlar að taka á móti fólki og segja frá hellunum og spennandi verkefni sem í samstarfi við Strakta. Svo líka annað spennandi verkefni sem við hellana að það verði svona safna heimildum og undirbúa eitthvað starra verkefni þar. Já, ok. Þannig að þeir verði aðgengilegir fyrir gestir. En þetta Baldur Þórhallsson prófessor sem hann náttúrulega alin upp hana? Já, hann alin upp á Ægisíðu. Já, þannig að hann þekkir staðinn ansi vel. Ansi vel. Já. En hvað þið bjóðu upp á morgumat? Svo búið upp á morgumat í Íþróttahúsinu og þeir sem ekki fara í gönguna, þeir geta bara farið það strax klukkan 10 og þar verður bara flottur morgunverður. Já. Og nokkur aðilar sem að styrkja hann og þannig að við getum boðið upp og við búum ansi vel sko, við erum með Reykjagarð og SS í næsta nágrenni og við erum með Bakarið og Hellu og svo styrkir Kjarval okkur líka vel.
Já, þannig að það eru fyrirtækin þarna í kring og náttúrulega þessi stóru í þessu stóru landbúnaði hér að þá nú stutt í góðan mat. Já, og svo leitum við uppsveitirnar og fáum ferskt grænmeti og þetta er verður ótrúlega skemmtilegt og flottur morgunmatur. Já. Og Harmoníkufélag Rangæinga mun líka leika nokkuð lög í morgunmatnum. Já, ég sé að kvennakórinn Ljósbrá ætlar að reiða þetta fram, ætlar að syngja. Ég veit það ekki. Nei. Þetta er bara, hefur ekki komið til tals en allavega pottið Harmoníkufélagið og svo kannski taka þér undir, maður veit það ekki. Já, nákvæmlega. Raddirnar hafa þér. Já, nákvæmlega. En hvað er svo meira? Svo maður heldur áfram að reykja dagskrána, þá eru svo bíl- og tækjasýning við Árbakkann. Já. Þar veit ég að verður bara mikið af ansi flottum bílum og þú kannast nú við Sindratorfæruna sem er haldin hérna jú. Á Hellu. Fyrsta torfæran í rauninni. Já, fyrsta torfæra ársins alltaf og ég hef heyrt að verði ansi verði þó nokkrir torfærubílar á staðnum. Þannig að fyrir fólk sem að sér þá bara í sjónvarpinu eða eitthvað lengst út í braut þá er nú tækifærið að koma og nú er þetta að klappa þeim. Já, það er hægt að klappa þeim. Sko. Það er svolítið flott. Já, það er skemmtilegt. Og svo er þetta bara björgunartæki og fornbílar og já. Og svo ætlið þið að bjóða upp á markastjald? Já, þar verður bara svona hvað maður að segja nánast hefðbundin markaður og bara búið upp á allt mögulegt. Já. Og verður vonandi bara skemmtileg stemming. Nákvæmlega. Þar inni, þannig að fólk getur farið og skoðað í róluheitunum og markastjaldið, bíl- og tækjasýningin og svo maður heldur áfram héraðsmót, HSK í starfsíþróttum og barnadagskráin, þetta er allt nánast á sama stað. Já. Þannig að fólk kemur bara á Hellu og veit hvar Er þetta nálægt grunnskólanum þá eða? Já, ef fólk veit hvar grunnskólinn og sundlaugin er að þá er það. Sundlaugin blasir nú við þannig að fólk finnur þetta fljótt. Já, og svo mun líka bíl- og tækjasýningin draga. Já, akkurat. En Sirkus Íslands ætlar að vera þarna með ykkur? Já. Ekki? Til að skemmta krökkunum allavega? Já, og fullorðna fólkinu líka. Já, að sjálfsögðu. Björgvin Frans mun kynna hjá okkur og við erum með, og hann einmitt er líka sjálfur með atriði. Já. Og það verður, maður er spenntur að sjá hvað kemur núna í fegurðar og hæfileika gegn dýranna. Já. Það var haldið í örugglega í fyrsta skipti í fyrra og ég held að gæs sem stóð uppi sem sigurvegari. Já, frábært. Þannig að maður er spenntur að sjá. Það verður hæna í ár kannski? Já, aldrei að vita, hæna eða, já. Og svo verður hæfileikakeppni barnanna. Já, heyrðu, þau hafa möguleika á því að vinna einhverju legokeppni, eða ekki? Jú, svo er legokeppni líka. Já. Þannig að legokeppnin virkar þannig að bara búa til sitt mótil heima. Já. Og koma svo með því markaðstjaldi með 1 og hálf 2 sem mótilin verða eftir sínis og svo er dómnefnd sem velur í raun svona flottasta mótilið sko. Já, auðvitað. Það hefur alltaf verið góð þáttak við því, það verður gaman að sjá. Þessi krakkar eru náttúrulega algjöru snillingar í Lego sko, þannig að það er ótrúlega að horfa á hvað þau geta gert með þessum litlu kubum. Akkurat, maður verður bara undrandi hvað þau eru fær. Já, akkurat. En síðan er það er alltaf skrúðgöngur, er það ekki? Jú, en ef við höldum aðeins áfram með dagskrana, þá náttúrulega verðum við með 2 risa hoppukastala og svo einn aðeins minni fyrir yngri kynslóðuna. Já. Mega pappar og mömmur líka hoppa? Það er svona, við þurftum eiginlega bara að meta á staðnum, ef ekki segja það. Þeir léttustu kannski. Já, en svo er héraðsmót HSK í starfsíþróttum. Já, býtu, hvað eru starfsíþróttir? Starfsíþróttir eru, starfsíþróttir. Já, pönnukökubakstur og... Pönnukökubakstur, fuglagreiningu og stafsetningu. Það eru svona bara óhefðbundnar íþróttir og við þarna áttu að greina einhverja ákveðna fuglategundir og eins í stafsetningunni þá áttu að geta stafsettir rétt og ég veit að það er búið að liggja mikið yfir því að finna svolítið almennileg orð svona sem eru ekki alveg hversdag. Sem eru erfið. Já, og svo í pönnukökubaksturinn að þá eru hráefnin á staðnum og þú átt bara að búa til ljúffenga pönnuköku. Þá
það náttúrulega vera rétt bökuð sem að dómararnir síðan velja úr. Já. Nákvæmlega, þetta verður nú spennandi. Þetta er líka í skólanum, grunnskólanum? Já, þetta er, í grunnskólanum. En síðan er sem sagt 4:30, þá gerum við svona hlýja á dagskráni bara. Þannig að fólk getur nú bara farið og notið þess að vera bara að spjalla og vera með vinum og kunningum svona og ég... Er það ekki sniðugt að fara í sund? Er ekki opið í sundlögunum? Jú, einmitt, að gera að fara í sund og út að borða og bara svona... Já, bara njóta. Hefur það ekki alltaf verið agalega vinsælt, svona frjálstími? Jú, bara njóta. Já, nákvæmlega. En síðan er skrúðgöngur, ég veit það. Já. Því ég hef tekið þátt í svoleiðis og fannst það frábært. Já, þá eru þessi 4 hverfi sem að mæta í sameiningu á kvöldvökunna. Já. Og kvöldvökunni er svo einmitt bara eins og við daginn, hellingur af flottum viðburðum. Björgvin Frans ætlar að halda áfram að stýra þessu. Já. Og Ágúst sveitarstjóri segir nokkur orð og svo veitum við verðlaun fyrir flottasta skreytinguna og flottasta hverfið. Og flottasta skreytingin, það er þá verið flottasta húsið. Já. Og það er grill í verðlaun fyrir þann sem að vinnur það. Þannig það er eftir að einhverju að keppa. Já, það er eftir einhverju að slægjast, sko. Já. Og svo látum við hverfin etja kappi í reiptogi og bókahlaupi. Já. Og það er leipur oft kappi fólk að verða hverfamestari. Það er náttúrulega, það er heiður hverfisins í húfi. Já, sjálfsögðu. Svo erum við með þetta töðugjalda happadrætti sem eru ansi veglegir vinningar og það verður dregið úr því kvöldið. Og þar getur unnið veiði í Ytri Rangá sem er búin að gefa ansi vel í sumar. Já, rúmlega 4.000 fiskar, er það ekki? Jú, svo þú getur unnið fólatóta til graðhest eða þú getur unnið fallhífastökk út að borða Hótel Rangá, gistinga Hótel Selfoss. Þetta er ansi stóri vinningar. Þetta eru ansi stóri vinningar og við ætlum að það verður seldir happadrættismiðar núna 15. og 1. kvöld og svo í morgumatnum og aftur á markanum. Já. Þannig að fólk á að hafa tækifæri til að kaupa sér miða og bara að gera. Þetta fer svo í það að styrkir hátíðina. Já. En hvað ég sé það að sonur Rangárþings Latti ætlar að stíga svið. Já, hann mætir. Það er ekki leiðilegt. Nei, það er alltaf skemmtilegt að Latti kemur fram. Nákvæmlega. Og við horfum í það að það geti verið svona skemmtiatriði fyrir alla til þess að skemmta sér saman. Já. Ef einhverjum leiðist þegar Latti þá er hann bara leiðilegu sjálfur. Það er bara þannig. Þá þurfum við eitthvað að skoða það. Já, akkurat. Þá það bara viðkomandi að fá sér húmorpillur. Já. Við verðum með þær, sko. Já. Þannig að það er ekkert vandamál. Þið reddi því. Við erum alveg bara 100% á því að það muni allir skemmta sér á töðugjöndum. Já, ég held að það sé alveg staðrind. Já, svo verður svona notalegu brekkusöngur. Já. Það sem að Pétur og Buffið ætla að taka nokkur lög og svo Björgvin Frans. Og kvölddagsskráin þarna inn á Hellu, hún endar svo með flugvaldasýningu flugbjörgunarsveitarnar á Hellu. Og svo bara eru þá væntar allir komnir í gír til þess að skella sér á stór dansleik með ljónsveitinni Buffið á Rangárhöllinni. Já, auðvitað. Við búumst við mikið til skemmtum þar. Hvað er aldurstakmarkið þar? Það er 18. Það er 18 ára aldurstakmark og en það er sem sagt, fólk kemur með sína, með sín söng og gleði vökva. Já. Og bara mjög mikilvægt að það er alveg stránglega bannað að fara með glerin í húsi því þetta er nú einu sinni rauðhöll. Já, nákvæmlega. Þannig að fólk bara er með þetta í plastílátum. Já, og það verða þetta miðar seldir í forsölu á Þorparöltinu á föstudagskvöld og svo á markaðnum eða svona einhvers staðar á markaðsvæðinu á laugardaginn. Já. Þannig að ef fólk vil vera alveg 100% að tryggja sér með það. Þetta er frábært, það er bara verið nóg að vera. Það verið nóg að vera og svo erum við sko svona á sunnudeginum, þá erum við með aðeins dagskrá en gerðum okkur nú grein fyrir því að þessum laugardagurinn er svolítið þéttur að fólk vil kannski bara svona vera í róliheitum á sunnudeginum. En þá er Hugverki Heimabyggð sem er menningafélag í Rangárvallasýslu. Þeir verða með opið í menningarsalnum á Hellu. Já. Og þannig að fólk getur lokað þessu með því. Já, það er frá 10 til 4. Já. Félagsmenn sína og selja þá vörur sínar og það verður tónlistaratriði og
og vöfflukaffi á vægu verið til styrktar menningar sal Oddasóknar á Hellu. Frábært. Ég veit ekki hvort að ég kemst núna á töðugjöld en það liggur við að ég leggja allt í söluna því að þetta er alveg frábært dagskrá. Já, það sé bara ekki nokkuð spurning. En bara góða skemmtun og ég byrð bara að heilsa rangæðingum. Herðu, ég skila því og bara takk kærlega fyrir að ringja og svo bara sjáumst við á töðugjöldum. Heyrðu, gerum það. Ok, bless.